Situr Úlf frá Kirkjubæ, 13 vetra rauð blesóttan, Úlfur undan Jarli frá Árbárhjáleigu 2 og Uglu frá Kirkjubæ og Kristján keppir fyrir Bobcat. Vertu velkominn Kristján, þú hefur þína sýningu og gangið þér vel. Kristján kom inn á Fitti, setur hann síðan upp í tölt þegar hann komin inn á völlinn. Já, það er líka mismunandi hvað fólk vil gera. Já, svona þegar hestanörd eins og við Hafþór eru að pæla með hestum, þá finnst okkur þetta rosalega skemmtilegt að horfa á hvernig fólk kemur inn á völlinn. Já, algjörlega. Og ég er ekki klár á því. Jú, ég er klár á því. Hann er að sýna yfirferðartöll núna. Já. Ég var ekki alveg viss með það fyrst í beigjunni. Nei, það er svona skemmtileg koncept að hesturinn heitir Úlfur og þá er að sjálfsögðu Úlfur settur á fóninn. Það sjálfsögðu. Já, svona skemmtilegt skrefi sem hesti og svona mikill fótaburður og svona án fótlifta, já, njálifta. Já, og svona mýkt. Já, og virkilega gott töll. Þarna hægir hann. Þetta er mjög erfið niðurhæging, Já. fara frá yfir tölti niður í hægt tölt. Það er mikið mál og þeir leysa það bara ágætlega. Já, ég veit að þessi hestur er búin að keppa alveg vel og mikið í slagsmátöldi. Já. Og búin að fara í góðar tölur þar. Já. Og í slagsmátöldi er þessi gangskipting, þessi niðurhæging úr greiðutöldi niður í hægt tölt, bara prógramið. Þú ræður ekkert hvernig prógramið er í slagsmátöldi. Nei. Það er svona góð gæði í þessu hægu tölti. Hann er mjúkur og taktritt, en hann svona mætti hverfa sig ögn betur. Já. Og svona örlítið. Já, og hverfa sig aðeins betur og lyfta herðunum betur upp. Ég man eftir þessu pari síðan fyrra, því að við vorum líka að lýsa þetta í fyrra. Já. Mér finnst þér betri núna. Já, sammála því. Bara samstiltari. Þeir eru greinilega búin að vinna heimavinnuna. Já. Koma hérna inn í stökk og það er svona sama, kannski fylgir þeim aðeins inn í stökkið, að hann var aðeins á mótunum að hæga tölti. Já. Og það er svona fylgir þeim aðeins inn í stökkið. Já, við sjáum svona yfirlínan er svolítið stíf eða þannig. Já, hún lagast hérna strax þegar hann kemur inn í brokk og fer. Sko. Og það er svona, þetta er svona skemmtilegt brokk, það er svona stint og hérna, já, það er svona lúkk á þessu. Það er svona, hann er aðeins kannski framhugsun aðeins farin að dvína og þá svona fer hann að hækka hálsinn aftur. Já, losar hann örlítið. Já. Ekkert sem að ég persónulega lokaði bara augunum og tók ekki eftir því sko. Ef við erum að dæma þetta. Já. En þetta var gott brokk. Þetta er svona stint og takt gott. Já, takt gott og hérna og svif og fótaburður. Þannig að það er það sem við vorum að tala um áðan að þetta er bara svona smávegis hérna. Þetta eru fínstillingar. Já, fínstillingar. Það er orðið sem við erum að leita á. En brokk er sem sagt sýnt í fjórgangi hægt og upp að milliferð. Já. Og markmið er að hann gangi hreinn í reinum takti, tvítakti með svifi. Já. Og hálsinn á að vera kveldur og yfirlínan samt slök. Já. En þetta er ekki. Þetta er sennilega sísta gangtíðin þeirra. Þótt að hann leysir það rosalega vel. Já, hann svona mætti stika aðeins betur með framhlaupunum. Já. Svona taka stærri skref fram hann. Og Úlfur. Já. Nú það er verið að taka fram að við tökum smá hlé eftir knapa númer 20 sem er hann Dagur Sigurðarsson og Hildur María er þá fyrst eftir hlé. 10 mínútna hlé eftir knapa númer 20. En næstur í braut er hann Friðrik Snær. Og hann má fara að ríða í brautin. Einkunnir fyrir Kristján og Úlf eru 5,9, 5,8, 5,7, 5,9